Við skulum biðja. Kæri Guð á himnum, ég bið þig að vera með okkur þegar við lítum í þitt orð. Ég bið þig að hjálpa okkur að skilja betur til hvers helgidómurinn og ég bið þess í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að fletta upp á nokkra staði í prédikuninni í dag og prédikunin heitir einfaldlega Til hvers helgidómurinn? Eins og sum ykkur vita, við höfum ekki kannski mikinn tíma til að fara út í það, þá leggja aðventistar áherslu á það sem þeir kalla helgidóminn. Þetta í kennisetningunum okkar og aðventistar hafa dálítið sérstaka sýn á helgidóminn sem að hljómar dálítið svona flókið stundum og skrítið fyrir aðra kristna, en aðventistar halda að það sé helgidómur á himnum, þar sem að Jesús núna og að það skipti miklu máli fyrir okkur í dag. Það allavega það sem við kennum, við tölum kannski ekki sérstaklega mikið um þetta. En helgidómurinn eitthvað sem við finnum í gegnum Biblíuna sem mótíf, sem rauðan þráð. Og það oft gott að skoða endinn í upphafi eins og málshátturinn segir til þess að maður skilji það sem maður að lesa. Svo til hvers helgidómurinn heitir ræðan og við ætlum að líta á, ef að tími gefst til, 4 til 5 mismunandi ritningarstaði. Við ætlum að byrja í 1. Mósebók og þar ætlum við bara að líta á hvert var upphaflega áform Guðs fyrir fólkið. Við lesum hérna í kafla 1 að Guð skapar allan heiminn og svo lesum við það sem hann segir við fólkið þegar hann búinn að skapa þau, karlinn og konuna. Það lesum við í versi 28. Það held ég að hafa verið rosalega merkileg stund. Maðurinn og konan komin í heiminn og Guð býður þið velkomin. Bara verið velkomin í heiminn. Ég var að búa ykkur til. Ég sem sagt Guð og þið fólkið. Og hann hlýtur að hafa sagt eitthvað því að stendur í versi 28. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau: verið frjósöm, margfaldist og uppfylli jörðina og gerið ykkur hana undirgefna og drottnið yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir öllum dýrum sem hrærast á í jörðinni. Svo það sem að Guð segir við fólkið einfaldlega: ég blessa ykkur, ég vil að þið séu hamingjusöm og svo bara gjörið svo vel, sjáu þetta var ég alltaf búa til, stjörnur, himinn, sjó, haf, fiska og dýr og tungl og mána og aðra plánetur og hvað sem og þið bara hér yfir þessu öllu saman. Þetta það sem oft kallað fyrsta sköpunarsagan. Okkur sagt frá þessu á örlítið ólíkan hátt í næsta kafla, kafla 2. Þar lesum við í versi 8 garð sem að Guð býr til fyrir fólkið. Og við lesum þar: Drottinn Guð plantaði aldingarð í Eden langt austur frá og setti þar manninn sem hann hafði myndað. Og Drottinn Guð lét uppvaksa af jörðinni alls konar tré sem voru girnilega á að líta og góð að eta af og lífsins tré í miðjum aldingarðinum og skilningstré góðs og ills. Svo kemur svona smá lýsing og hér, ég held að þetta sé dæmi svona textar sem að fólk lesi í Biblíunni sem það hugsar: hvað að gerast hér? Þetta bara ekki sérstaklega skemmtilegt. En við ætlum samt að lesa í dag og það frá versi 10. Fljót rann frá Eden til að vökva aldingarðinn og þaðan hvíslaðist það og varð að 4 stór ám. Hinn fyrsta heitir Píson, hún fellur all landið Havila þar sem gullið fæst og gull þessa lands gott. Þar fæst betóla, karpeis og sjóamsteinar. Önnur stóráin heitir Gíhon, hún fellur allt Kúsland. Þriðja stóráin heitir Kittekel, hún fellur fyrir vestan Assyríu. Fjórða stóráin Efrat. Þá tók Drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans.
Allt í lagi, svo hvað erum við eiginlega að lesa hér? Við erum að lesa aldingarðinn Eden og hvað er það sem að Guð, er sem sagt að, hver er tilgangurinn með þessu öllu saman fyrir mannin? Þú veist, hvað er maðurinn að gera þarna? Þetta er stór spurning, ekki kannski nógu vel hönnuð, en sem sagt, hvað vill Guð frá fólkinu í þessum 2 köflum? Hvað er svona, þegar maður skapar sem listamaður, þegar maður býr eitthvað til, þá vill maður gera eitthvað fallegt, jú, en maður er oft með einhverja hugmynd í huga. Og hver er hugmynd Guðs sem sagt með mannkyninu? Til hvers er hann að skapa það? Hvað vill hann fyrir það allavega? Þið eru öll með grímur, þetta er öll að, þó þið myndu segja eitthvað, allir myndi heyra almennilega. Skulum taka nokkur dæmi. Guð vill að mannkynið fjölgi sér. Ekki satt? Það kom fram í kafla 1. Guð vill að Adam og Eva búi í aldingarðinum, yrki hann, gæti hans, það erum við að lesa í kafla 2. Þau eiga að vera yfir allri fánunni, það er að segja öllu dýraríkinu, það lesum við í kafla 1. Þau eru blessuð, þegar maður er blessaður þá er það að vera hamingjusamur, Guð vill að þau séu hamingjusöm. Það svona myndi maður búast við af því að Guð sé yfir höfuð að skapa þau og setja þau í paradís. Mig langar hins vegar að benda á eitt sem ég held að oft fólki sjáist yfir og það er hvernig þessi 2 kaflar tengjast. Og ímyndum okkur nú að Adam og Eva hefðu aldrei syndgað. Þau eiga bara heima í paradís, þessum garði, sjáum garðinn og svo þá segja þau, jæja, Kain og Abel, nú eru þið bara fullorðnir giftir menn og þið megi bara farað heiman, þið getur bara flutt eitthvað annað. Ekki satt? Ég meina, varla ætlu allir að búa einum bletti á jörðinni, fólk ætlaði að dreifa sér. Ok, er það ekki svona smá stéttaskipting að Adam og Eva segja, en við munum sko sem sagt búa í paradís, sérstökum einhverjum fullkomnum garði, þið muni hins vegar bara búa einhvers staðar, gangi ykkur vel. Akkur ættu Adam og Eva að fá að búa einhverju svona spes stað en engin annar. Ég ætla að leggja það til að þegar Kain og Abel og hinnir hefðu farið að heiman, þá hefðu þeir einfallega gert það sem að þeir læriðu heima hjá sér, sem er að yrkja og sjá tré og svoleiðis í kringu sig, svo þeir hefðu yrkt jörðina þar sem þeir hefðu búið og búið til annan garð. Hvað veist ykkur það? Þannig að þeir hefðu búið til svona hálfgert paradísar umhverfi þar sem að þeir hefðu búið. Og þannig koll að kolli, og það sem hefði gerst er að þessi litla paradís sem að Guð skapaði hefði færst yfir allan hnöttinn. Þannig að eitt af hlutverkum mannkynsins var að starfa með Guði með því að sjá sköpunin hans og færa hana einfallega yfir á æðra stig. Guð sem sagði ekki, hér er safn, þeir eru safngestir, þið megi ganga nei, fallegt blóm hér, já, þannig að ég þarf ekkert að gera hér, ég get hins vegar bara borðað og þarf ekki að sofa. Nei, maðurinn hafði eitthvað að gera sem var að færa jörðina yfir í einhvers konar paradísar búning. Allavega, þið getið sagt, já, ég veit nú ekki alveg hvort ég sé að kaupa það, en við skulum halda áfram yfir á næsta stað. Af því að við vitum Adam og Eva, þau falla í synd, Guð segir, þið geti ekki búið hér og þau yfirgefa paradís. Og þá er náttúrulega sett í gang svokallað plan B, þar sem að Guð segir, ég ætla að frelsa mannin eða mannkynið til þess að geta fært þau aftur til mín. Ekki satt, vegna þess að við lesum í kafla 3, hérna síðasta versi, síðustu 2 versum, þá lét drottinn Guð hann, mannin, í burt fara úr aldingarðinum Eden til að yrkja jörðina sem hann var tekinn af. Og hann rak mannin burt og setti kerúbana fyrir austan Edengarð og loga hins sveipanda sverðs til að geyma vegarins að lífsins tré. Það er að segja, Guð rekur mannkynið úr aldingarðinum, þannig að Guð er núna einn í garðinum, að því að stendur Hansi þar, og einhvers konar kerúbar, það er nú ekkert búið að minnast á þá hingað til, en það eru kerúbar,
og svo maðurinn fyrir utan garðinn. Og það eina sem okkur sagt að Guð setur sérstaka verði svo að maðurinn komist ekki aftur inn. Svo þá lesum við fórnarkerfi í næsta kafla og svo vanalega sem kristið fólk þá segjum við svo ákveður Guð að leyfa syni sínum að deyja til þess að hann geti tekið mannkyni aftur heim til sín. Og ég held að það sé hægt að sýna fram á frekar auðveldlega í gegnum helgidóminn að helgidómurinn sé einfaldlega mynd af paradís þar sem að Guð mannkynið fyrir utan paradísina og Guð segir ég hef fært fórn til þess að þið geti komið aftur til mín inn í helgidóminn, inn í paradís sem var upphaflega planið til að byrja með. Svo, gerum smá tékklista yfir þessa 2-3 kafla, það sem við sjáum í aldingarðinum, svo við getum séð hvort við sjáum þetta einhvers staðar annar staðar. Við höfum Adam og Evu, við höfum Guð, það stendur að hann hafi verið þarna í garðinum, gengur í garðinum og tala við fólkið. Hvað höfum við meira? Tré, við höfum skilningstréð, lífsinstré, svo höfum við öll tré sem við höfum að borða af og ef þetta garður þá ætla ég að gera svo djarfur og segja að hafi verið blóm þarna og gras. Hvað fleira? Það er á, við lásum hana í kafla 2, það er á sem að rennur, vers 10, fljót rann frá Eden til að vökva aldingarðinn og svo verður af 4 stórum ám. Allt í lagi, svo höfum fljót, minnst á gull í landinu sem að þessar ár fljóta það er minnst á gull, eitthvað sem heitir Betola Karpeis, sjóamsteinar, einhvers konar gimsteinar, onyxsteinar á ensku. Svo höfum við þessa kerúba, þarna í kafla 3, versi 24, kerúbarnir, það er ekkert búið að minnast á þá í sköpunarsögunni. Þeir eru greinilega einhverjir sem eru til áður en að heimurinn er skapaður. Nema Móses hafi bara gleymst að minnast á þá í kafla 1, en ég held að hann hafi ekki gert það. Alltaf, svo þetta er listinn. Svo þá gerist alveg heljar en róskup í fyrstu Mósebók, flóð sem að eiginlega rústar allir í plánetunni, sem að eiginlega hjálpar okkur að vita að það er ekki hægt að leita þessum garði. Það er ekki hægt að vita, já, hér fyrir flóð voru þessar ár. Allt ásigkomulag jarðarinnar breytist við flóðið og svo er Abraham kallaður, svo kemur Móses og Guð segir, ég vil að þú búi til musteri handa mér. Við fengum að heyra 1 vers úr annarri Mósebók, hérna í upphafi, þetta er dálítið frægt vers, við notum þetta í biblíuleksíum með fólki til þess að útskýra helgidóminn og það er kafli 25. Ég held að sé svona helmingurinn af annarri Mósebók sem er bara helgidóminn, hvernig eigi að búa hann til, hvernig eigi að vera í laginu. Það eru mæleiningar, þessir plankar eiga að vera svona langir, það eru naglar og gulli og eyr og tjöldin og gardínunar eru svona og hinsegin. Þetta er bók sem að, ef maður veit ekki til hvers maður er að lesa hana, þá held ég þetta sé sérstaklega leiðileg bók, önnur Mósebók, líka 3. Mósebók. En við vitum, allavega það er þeoría mín, kenningin, að sem sagt, mannkynið átti að vera með Guð í paradís og svo ætla Guð að gera það bara út í gegnum alla biblíuna. Allt í lagi, við skulum lesa hérna í 25. kaflanum, vers 8. Þið skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra, á meðal Ísraels manna. Ok, svo við erum með tékklista, við höfum Guð sem segir, ég mun vera inn í helgidóminum og þessin er helgidóminum búin til svo ég geti búið með ykkur. Alveg eins og Adam og Eva og Guð. Lítum síðan á hvort ég getum fundið fleiri hluti sem að minna okkur á fyrstu 2 kaflana. Ef við förum í vers 7, þá er skemmtileg upptalning af hlutum sem eru í helgidóminum og meðal annars sjóamsteinar og steinar til þess að setja á hökulinn og brjóstskjöldin. Svo sjóamsteinar, sömu gimsteinar og eru í 1. Mósebók, eru á öxlum æðstaprestsins og líka á svona sérstöku skrauti sem var framan á honum. Ok, alveg eins, skemmtilegt. Og hvað fleira?
í þessum 25. kafla þá líka lýsing á húsgögnunum sem eru inn í helgidóminum. Þegar við kannski heyrt þau, það eru 3 stór húsgögn inn í helgidóminum. Það borð með brauði og svo altari með reykjelsi og svo svona stór gull kertastjaki. Og við ætlum að skoða hann pínu í versi 31. Ég ætlum nú kannski ekki að lesa þetta allt. En allavega þar þessu lýst og ef þið skoðið rétt bara rennið yfir og sjáum við hér að það eru 7 armar og já, förum hérna bara í vers 31. Þú ert að búa hana til úr gulli, blóm, bikarar hennar, knappar hennar og blóm skulu vera samfastir, 3 bikarar í lögun sem möndlublóm og þannig þetta oft svona blóm í gegn, eins og möndlublóm. Hvað þá í raun og veru verið að búa til með þessu hérna húsgagni eða með þessari, hvað mótívið í ljósastikunni? Það eru margar svona greinar, það eru blöð og það eru blóm sem eru eins og möndlublóm. Svo hvernig lítur þessi ljósastika út? Eins og hvaða lifandi hlutur? Hvað segirðu? Garður, já, eins og sérstök tegund sem eiginlega minnst á með blómunum, eins og möndlutré. Það stefið í þessu húsgagni. Skemmtilegt. Við höfum þá allavega 1 tré þannig séð í þessum helgidómi. Hvað með kerúbana? Við sáum þá í kafla 3 í 1. Mósebók. Eru þeir í helgidóminum? Grímuklædda fólk. Já, það eru 2 kerúbar. Þeir eru innst í helgidóminum. Þeir eru á svokallaðri sáttmálsörk, 2 sem vita svona inn á við og á milli þeirra einhvers konar dýrð eða eldur þar sem að Guð birtist og talar við æðstaprestinn eða Móse. Alveg eins og við höfum í 1. Mósebók, þá höfum við Guð og svo höfum við kerúba nálægt honum á stað sem að enginn má koma á, alveg sem mátti enginn fara inn í helgidóminn, en það samt vegur þangað. Hvað höfum við fleira? Förum í kafla 26. Þar verið að lýsa þakinu og tjöldunum í þessum helgidómi. Og við skulum bara lesa hérna kannski 1-2 vers. Tjaldbúðina skalt þú gjöra af 10 dúkum úr tvinnari baðmull, bláum purpura, rauðum purpura og skarlati. Skalt þú búa til kerúba á þeim með listvefnaði. Eða ég held við myndum segja í dag með útsaumi, með bróderingu. Það að segja, þegar maður labbar inn í helgidóminn, þá var tjald fyrir sem maður ætti að draga frá til þess að komast inn. Og svo annað tjald á eftir því og svo framvegis. En á þessum tjöldum eru meðal annars myndir af kerúbum. Svo við höfum hús sem að Guð segir, ég bý í þessu húsi og það eru myndir af kerúbum og það mikið af gulli og það eru sjóamsteinar og það allavega 1 hlutur sem að líkist tré. Ég myndi segja þetta sé svona smá eins og aldingarðurinn Eden. Þetta verður reyndar skýrar þegar þetta flökkumusteri verður síðan að bókstaflegu musteri sem stendur á einum stað, hættir að vera tjaldbúð. Og til þess að skoða það getum við farið í 1. Konungabók, kafla 6. Og þar sem sagt musterinu lýst í þessum kafla. Svo skulum við sjá hvað við finnum þar. Skulum byrja með kerúbana. Þeir hljóta jú að hafa verið áfram á sáttmálsörkinni. Þeir eru ekki rifnir af, þeir eru bara þar ennþá.
En förum í vers 23 í þessum kafla. Þar stendur, sem sagt sá sem að smíða musterið, hann gjörði í innhúsinu 2 kerúba af olíuviði 10 álna háa, svaka háir, þeir eru bara mannhæðar háir, þessi kerúbar. Hvor vængur annar kerúbsins var 5 álnir og svo framvegis, báðir kerúbanir voru svo og svo stórir. Og vers 27, og hann setti kerúbana upp inn í hinu allra helgasta og þeir breiddu út vængina svo annar vængur nam við vegginn og svo framvegis. Og á milli þeirra síðan sáttmálsörkin sett. Þannig að ég dálítið fastu við hennar mikrofón. Þannig að ímyndið ykkur ef ég stend við sáttmálsörkina, hér eru 2 englar, þeir horfa svona inn á við og svo einn risastór kerúb hér og einn risastór hér. Og vængirni ná svona yfir alla sáttmálsörkina svona og svo alveg út í veggi beggja vegna. Þannig að nú erum við ekki með 2 kerúba, heldur hversu marga? 4 kerúba, allt í lagi. Og í þessari lýsingu þá höfum við líka sama mótíf. Það eru sem sagt kerúbar á veggjunum, kerúbar á dyrunum. En það er meira. Förum til dæmis hér í vers 32. Á báðar vængjahurðirnar sem voru úr olíuviði lét hann skera kerúba, pálma og blómfléttur og leggja gulli, en kerúbana og pálmana lagði hann slegnu gulli. Og ef þið lesið hennar kafla í gegn, þá þetta á hverju einustu hurð og hverjum einasta vegg í þessu musteri. Það eru myndir af pálmatrjám, blómum og englum. Það hljómar dálítið eins og tékklistinn okkar frá 1. Mósebók. Og nema það eru meira hér, ef við förum síðan í hérna kafla 7, þá verið að lýsa ekki húsgögnum, það ekki hægt að kalla það, en svona hlutum í musterinu. Ef þið eru með 1981 þá millifyrirsögn hér sem heitir súlurnar fyrir framan musterið, sem voru það mikið mál að Salómon gaf þeim meira sér nöfn. Það að hljóta að verið það flottar, það hétu bara nöfnum. Og efst á þessum súlum í gamla daga var oft svona haus, sem að súlan kemur svona og svo verður hún þykkari. Og þessum haus lýst. Og við getum lesið hér í versi til dæmis 18. Og hann gjörði granata epli, 2 raðir allt í kring utan á öðru netinu til þess að hylja höfuðin sem voru ofan á súlunum eins og hann gjörði á hinu höfðinu. Höfuðin, vers 19, sem voru ofan á súlunum í forsalnum voru lilju mynduð, 4 álnir. Þannig að fyrsta sem maður sér þegar maður labba inn í musterið eru 2 massívar súlur, báðum megin við hurðina, og ef maður horfir upp, þá breyta súlunar bókstaflega í ávexti og blóm. Svo reyndar áður maður kemur að súlunum, þá munið þið kannski, ef þið hafið stúderað þetta áður, þá var stórt fat fyrir prestana til þess að þvo sér í. Man ekki alveg hvað það heitir í hérna annarri Mósebók, en það búið til hér í útgáfu nr. 2 og það verður miklu, miklu stærra. Það kallað hafið, það svo stórt. Við lesum það í versi 23 og þar stendur, vers 26. Það var þverhandarþykkt og barmur þess í laginu sem barmur á bikar. Barmurinn sem sagt röndin á þessu keri, það lítur út eins og risa bikar, líkt og liljublóm. Þannig að þetta risastóra fat með vatni einfaldlega í laginu bara eins og heilt blóm. Þannig að þetta farið að vera dálítið mótíf. Við höfum alltaf engla, tré og blóm út allt í musterinu og svo alltaf Guð segjandi, ég bý hér, ég hér til þess að geta verið með fólki. Það væri hægt að taka ennþá fleiri dæmi, en ég vil ekki hafa ræðinu of langa. Mér langaði kannski bara að benda ykkur á eitt í viðbót ef við förum í Esekiel.
kannski, já, ég mun nú ekki ná þessu öllu. Esekiel og við skulum fara í kafla 48. Esekiel 48. Það er enda mjög skemmtileg bók í Esekiel. Við lesum hana ekki mikið sem aðventistar. En í síðustu köflum Esekiels þá er lýst musteri sem að gyðingar áttu að reisa þegar þeir myndu koma heim frá Babýlon. Og við vitum það að þegar Ísraelsmenn eða gyðingar, eins og þeir eru kallaðir þá, þegar þeir koma heim frá Babýlon, þá reisa þeir musteri, en þeir reisa ekki þetta musteri. Þegar við lesum lýsingun á musterinu í Esekiel og lýsinguna síðan á musterinu sem er reist í Esra og gert við það og eitthvað svolítið í Nehemía, það er miklu, miklu minna en þetta musteri hér. Þannig að þetta musteri er eiginlega spádómur sem að gerist aldrei. En allavega, í versi 35 í kafla 48 stendur og borgin, það er að tala um Jerúsalem, borgin mun upp frá því heita Drottinn er hér. Og þetta var ekki ljóðrænn titill vegna þess að í lýsingunni á musterinu þá er sagt að það eigi að gera sérstakt hlið sem að Drottinn muni sjálfur ganga innum. Þannig að í þessari lýsingu þá er Guð að lýsa að ég mun bókstaflega búa í þessu musteri. En það sem að ég ætla reyndar að benda á, það var hérna í kafla 47. Af því þetta er svona hálf yfir náttúrulegt. Það er engill sem er að leiða Esekiel í sýn og sýna honum þetta musteri, eins og það sýna honum svona verður þetta byggt. Svo nú leiddi hann mig, engillinn að leiða Esekiel, aftur að musteristyrunum. Þá sá ég að vatn spratt upp undan þröskuldi hússins mót austri, því að framhlið musterisins vissi til austurs, og vatni rann niður undan suðurhlið musterisins sunnanvert við altarið. Þannig að það er bókstaflega vatn sem er að flæða upp úr húsinu. Og Esekiel sér að það rennur þannig meðfram musterinu og engillinn og Esekiel fylgja þessu vatni og svo fer engillinn með honum og hann er með svona mæliprikk og sýnir alltaf Esekiel, sér hvað vatnið er djúpt. Og það verður alltaf dýpra og dýpra, þetta verður hreinlega á. Það er bókstaflega verið að lýsa fljóti sem að rennur út úr musterinu. Og vers 7. Og ég kom þangað aftur, þá sá ég mjög mörg tré á fljótsbökkunum beggja vegna. Þá sagði hann við mig, þetta vatn rennur út á austurhéraðið og þaðan ofan á sléttlendið og þegar það fellur í dauðahafið, í saltvatnið verður vatnið í því heilnæmt. Og alla lifandi skepnur, allt sem hrærist, fær nýtt fjör allstaðar þar sem fljóti kemur og fiskurum verða mjög mikill því að þegar þetta vatn kemur þangað verður vatnið í því heilnæmt og allt lifna við þar sem fljóti kemur. Þannig að hann sér fljót renna út úr musturinu og bara aldin tré meðfram því eins langt og augað eigir. Dálítið svipað og fyrsta Mósebók þar sem er fljót sem rennur úr Eden og kvíslast í margar áttir, ekki satt. Og í þessum musterum þá sjáum við alltaf að tilgangurinn hjá Guði er alltaf ég er að reyna að færa fólki mitt aftur inn til paradísar. Nú ætla ég að sleppa því að fara í Opinberunarbókina 21 og 22 en þar myndið þið sjá að þessi mótíf eru öll þar líka. Fljót sem að rennu frá hásæti Guðs, Guð meðal fólks síns, Jerúsalem, borgin nálægt, aldin tré, lífsins tré, það er bókstaflega minnst á paradís eins og hún sé inn í borginni, fjórar verur eða eins og fjórir kerúbar, alveg svo eru fjórir kerúbar í musteri Salómons og þetta segjum við sem kristnir, þarna mun fólk Guðs eiga heima. Og þá langaði mig kannski að hafa tvær þrjár lokahugsanir út frá þessu. Í fyrsta lagi, Biblían er ein heildarsaga sem er með Guð
og mannkynið og paradís sem mótíf. Þannig að sem að Guð vill gera einfaldlega að fólk geti búið í paradís með honum, svo að bæði Guð og mannkynið sé hamingjusamt. Og erfiðleikinn í trú snýst síðan alltaf það, já, en Guð í raun og veru að vilja að ég sé hamingjusamur? Alveg svo Adam og Eva voru svona, vill Guð að við séum hamingjusöm? En þessar hugleiðingar enda í því að þau detta út úr paradís. Í öðru lagi, þetta ætti að breyta, finnst mér, okkar hugarfari það sem við kennum sem aðventistar Jesú í helgidóminum. Við lendum oft í því að tala þetta sem eitthvað sem að tengist okkur engan veginn eða eitthvað sem hálf óhugnalegt. Þannig Jesús og dómurinn og að vera að opna bækurnar og svoleiðis, en í raun og veru það sem að, auðvitað dómurinn í gangi, það sem að Jesús að gera hann bókstaflega í paradís og að vinna í því að við getum komið þangað aftur. Svo auðvitað ætti það að vera okkur mjög athyglisvert rannsóknarefni þá. Jesús í paradís að starfa til þess að ég geti búið þar. Svo ég hvet ykkur öll sem góða aðventista og góða áhorfendur, ég veit ekki, einhverju að horfa á þetta, að stúdera helgidóminn og það sem Jesús að gera í honum á himnum. Og í kannski þriðja lagi, maður ætti að hika við að segja að eitthvað sé leiðilegt í Biblíunni. Jafnvel þegar eru landslagslýsingar eða lýsingar á húsgögnum sem raun og veru pínu fyndið að sé í Biblíunni, en já, það eru húsgagnalýsingar í Biblíunni, en þær þjóna allar sínum tilgangi. Og ef okkur finnst það leiðilegt, þá það kannski vegna þess að við höfum ekki fullkomlega skilið til hvers lýsingin Og sem sagt, ég næ nú ekki hérna því að ég held að hjá ykkur sé vanalega svona 20 mínúna, hálftíma ræður. Ég gæti talað í 10 mínútur í viðbót þetta, vegna þess að, já, Nei, ég ætla nú ekki að fara of langt, en mér langaði reyndar að sýna ykkur og tengja þetta þá kannski lokin við söguna hans Jesú. Þegar Jesús fer inn í helgidóminn, sem var fyrst á jörðinni, þá þetta bókstaflega eitt af skiptunum þar sem að Jesús verður reiður í Nýja testamentinu. Ég ekki að segja að missi stjórn á skapi sínu og trillist, en hann reiður. Og hann reiður út af því að fólk skilur ekki til hvers helgidómurinn Og Jesús segir við þá, þið eru bara að stunda business, ekki í lagi, út með ykkur öll. En hann segir líka, hús mitt á að kallast bænahús fyrir alla þjóðir. Og hvað þýðir það í raun og veru? Við vitnum oft í þetta, en þið hefur gert það ræningjabæli eða eitthvað. Hvað bænahús fyrir allar þjóðir? Þessi texti kemur reyndar frá Jesaja. Ég held við höfum tíma til að líta á hann og einn texta í viðbót og tengist bókstaflega musterinu. Matteus 21:13, Jesaja 56:7. Ef við förum þangað, Jesaja 56, vers 7. Og þar þessi texti, þá mun ég leiða til míns þetta fólk mun ég leiða til míns heilaga fjalls og gleðja þá í bænahúsi mínu. Brennifórnir þeirra og sláturfórnir skulu vera mér þóknanlegar á altari mínu, því að hús mitt skal nefnast bænahús fyrir allar þjóðir. Það að segja, það sem að Guð að undirstrika hér ekki það að húsi sé nota fyrir fórnir og bænir, það svona, við vitum það, en það fyrir allar þjóðir. Og í Jesaja, til dæmis kafla 60, ef þið farið heim og lesið hann, þá bókstaflega lýsing á því hvernig alls konar þjóðir koma til Ísrael til þess að tilbiðja og tala við Guð í húsi hans,
Þannig að það var svona hugsunin á bakvið þetta musteri, að allar þjóðir, að all mannkynni komi saman til þess að tilbiðja Guð. Og ef þið farið til dæmis í Jesaja kafla 19, sem ég ætla ekki að lesa alveg núna, en ég hvet ykkur eindregið, Jesaja kafli 19, lesa hann heima. Þar spádómur að Assyría, Egyptaland og Ísrael saminist í því að tilbiðja Guð og verða eitt land. Þetta bara einfaldlega gerðist aldrei. En það sem að Guð nefnilega ætlaði sér með Ísrael var það sama og með aldingarðinum í Eden. Munið þar sem ég var að reyna að halda því fram að Adam og Eva byrja, svo eignast þeir fjölskyldu, fjölskyldan dreifir úr sér og blessar jörðina hvert sem hún fer, breytir henni í paradís. Það það sem að Ísrael átti að gera. Ísrael var bara byrjunapunktur. Ísrael átti síðan að þenja út landamæri sín, fólk myndi annarkvort gangast hinum sanna Guði á hönd eða fylla mæli synda sinna og missa landi sitt, alveg eins og Kanaanítar mistu landið eftir viss margar aldir þegar þeir neituðu að taka á móti frelsum Guðs. Þannig hefði Ísrael þanið sig út yfir allan hnöttinn og það hefði bókstaflega orðið paradís á jörð. Og þetta sjáum við ef við tökum spádóma Gamla testamentisins bókstaflega eins og á að taka þá. Til dæmis ef við skoðum í Jesaja kafla 60, þar sem talað nýjan himinn og nýja jörð, ég held að sé 60 eða 60 og eitthvað. Þar talað lítil börn og að fólk verði allavega 100 ára áður það deyr, en það deyr enginn á himnum. Þessi lýsing sem við notum oft sem lýsingu á hinum nýja himni og hinni nýju jörð raun og veru ekki það. Það það sem hefði geta orðið á þessari jörð ef að Ísraelsmenn hefðu í raun og veru fylgt því sem að Guð bað þá að gera. Sem leiður okkur síðan aftur að okkur. Núna mun þetta ekki gera svoleiðis, við trúum því ekki að Ísrael í dag skipti sérstöku máli í áformi Guðs á jörðinni, heldur bara hver sem á hann trúir, og við trúum því að Jesús sé á himnum að undirbúa það að samband hans við þá sem vilja vera með honum sé í lagi og þá mun hann einfaldlega flytja borgina niður á jörðina og búa til paradís á jörð. En við munum hins vegar mæta því sama að það möguleiki á því að vera með í þessu og ekki í þessu. Alveg svo Kain og Abel fóru hvor sína leið, Ísraelsmenn, sumir urðu kristnir, aðrir tóku ekki á móti Kristi. Og ég held að sé alveg eins með aðventista. Ég held við séum oft svo föst í því að við séum á svona rullustiga til himnaríkis. Bara ég aðventisti og nú ég á leiðinni til himna. Bara rullustiginn ber mig. Jesús að gera eitthvað, hann bara, fixa eitthvað á himnum sem í raun og veru skiptir mig engu máli og svo bara fer ég til himnaríkis. En auðvitað þurfum við persónulegt samband við Jesú, sem var í raun og veru alltaf pointið með paradís, að geta séð Guð augliti til auglitis. Svo að ég hvet ykkur og sjálfa mig til þess að taka þessa hluti alvarlega og sem líka gleðiboðskap að við getum bókstaflega búið í paradís með Guði en við þurfum þá að rækta sambandi við hann núna og taka okkur það sem víti til varnar að fólk geri það oft ekki í Biblíunni. Ég vona að þið hafi lært eitthvað nýtt paradís sem mótíf í helgidómnum. Ég vona að gagnist ykkar í ykkar persónulega trúarlífi og já, við skulum lúta höfði í bæn. Góði Faðir á himnum, ég vil þakka þér fyrir það að í raun og veru hlutinni sem skrifaðir í Biblíunni miklu raunverulegri og spennandi og stórkostlegri en við gerum okkur oft grein fyrir, en við frekar ímyndunarlaus og frekar svona óstöðug í okkar trú, svo ég bið þess að þú megi vera með okkur, hjálpaðu okkur að við minnum okkur sífellt á sannindi þessa hluta sem við lesum. Ég bið þess í Jesú nafni. Amen.